Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við sem að þekkjum til hér vitum, reiknum með að við vitum nokkurn og einn hvað er að gerast. Og við reynum að halda okkur í Guðs orði, svona eins og Drottinn vill. Ég veit og þú veist og hann veit betur okkur báðum og öllum að Guðs orði er það sem virkar og þarf að heyrast, og við þurfum að vita mikið Guðs orð og reyna til hlítar að skilja það betur. Og ef þessi hugsun er uppi, þá er eitt til ráða, það er að halda sér við það, vera þar sem það er. Við vitum svo sem hvað það er. Það er í bókinu okkar sem heitir Biblían. Það er allt Guðs orð sem að Drottinn skildi eftir handa okkur að lesa. Og Guðs orð sem við erum með nægir okkur til að skilja Drottinn nógu mikið til að geta fylgt honum. Hann er hár, breiður og víður og djúpur og allt saman það, og skilningur hans er margfalt á við það sem að Biblían er að tala um, en það sem þar er nægir okkur til að ná takti við hann. Og hann gerir meira og gerir meira. Hann fyllir okkur heilugum anda sem öndvert fæði fram trúna í okkur, og í trúnni erum við sem sagt að gera þetta sem Drottinn vill að við gerum, og hún eykur okkur skilningin. Þannig eykur okkur þennan mikilvæga skilning. Og að því við erum ástundunarsamt fólk, duglegt við þessa iðju, þá smátt og smátt vex þessi skilningur, þessi mikilvægi og merki skilningur, sem gerir trúna merkilegri, orð Guðs merkilegra, Guð sjálfan merkilegri, og allt verður þetta svona einhver pakki sem við viljum vera í, eða við skulum kannski segja bara herbergi, sem við viljum vera í. Af því að einfaldlega að líða vel þar inni og sjá lífið þar. Þar lærum við hvað líf er, að lífið er í Guði, og meira sem við vitum því Guð, vitum við meira hvað hann hugsar þegar kemur að þessu orði líf. Og ég er skapaður inn í þetta líf, og mér ber að vera með huga minn við lifandi Guð. Hann setti niður skilyrðin, hann gaf mér heilagan anda, og eftir það eru öll skilyrði til staðar í mér, bent á sjálfan þig, til að eiga þessi samskipti við Guð. En hann sýnir kærleika sinni í verki þarna eins og alls staðar annars staðar, og hann gefur mér því sjálfval að fara þessa leið eða sleppinni. Hann tekur ekki fram í fyrir hendurnar á neinu okkar. Maður hefur heyrt menn tala þetta sé nú alveg svona galið, að hann skuli ekki bara vera með yfir höndin á þessu. En ef hann gerir það, þá væri hann búinn að taka af þér alla mannlega reisn. Þá væri þú bara eins og skepnan sem lítur einhverjum lögmálum. Fer þessa leið og þessa leið. Gerir þetta á þessum árstíma og eitthvað annað á öðrum árstíma. Þú væri bara eins og skepnan. En það var ekki það sem Drottinn fór af stað með. Hann vildi gera sem sagt mann, eins og segir sjálfur, sér líkan, sem hugsaði vitrænt, ályktaði vitrænt, gæti valið og velur, það er nú bara þannig, og stundum veljum við andstætt vilja Guðs, og við sjáum að hann leyfir það. Þannig við sjáum líka að maðurinn á frjálsan vilja sem Drottinn hlutast ekkert til
Sjálfum fannst mér þetta alveg stórmerkilegt þegar ég uppgötaði þetta, hafði nú ekki leitt hugana þessu svona. En svo allt í einu sá ég þetta og mér fannst þetta alveg stórmerkileg gjöf frá Drottni að eiga þennan sjálfstæða vilja. En ég veit alveg hvert hann getur leitt okkur. En ég veit líka að til nokkuð sem heitir orð Guðs og það semst að hjálpar mér að sjá vilja Guðs, vita vilja Guðs, gera vilja Guðs og þess vegna segi ég við sjálfa mig og alla aðra, verum í þessu verkefni á hverjum einasta degi sem við fáum að vakna inn í. Af hverju segi ég þetta? Hér tala ég auðvitað bara minni eigin reynslu sem að þetta bara það sem maður hefur þurft að gera. Og svo fyrir utan það, ég þakka nú Guði fyrir það, ekkert annað en Guðs gjöf til ég. En þetta líka það sem maður hefur viljað að gera. Maður sér þörfina, maður viðurkenni sinn veikleika, en finnur aftur á móti styrkinn koma þaðan, sem ýtir á mann að vera þar sem að Guð kendur og talaður. Og þar sem að engur slíkur til að dreifa, þá verður maður að leggjast bara í þá vinnu sem þarf til þess að búa þetta til sjálfur. Ég hef oft talað það og ég get alveg nefnt það einu sinni enn, að ég sem sagt var ekkert inn í þessari kirkjunni þannig séð, hún var alltaf mín samt, en ég var ekkert inn í þessum kirkjunni fyrstu líklega 10 árin trúargöngu minnar. Ég bjó þegar ég frelsaðist í Reykjavík eins og kannski þú veist og ég hef nú talað En fljótlega, já, einhverjum 2 árum seinna, austur til Neskaupstaðar og var að vinna þar og átti góða daga á Neskaupstað. Mér líkaði vel við mig þar. Og það var engin áform neitt annað heldur en bara að búa þar áfram. En Guð var með aðra áætlun og maður víst beygir sig ekki, hleypur ekkert frá henni. En þar, sem sagt, var ekki þetta sem ég á hér. Og maður var eins og grár köttur að leita og allt það sem maður fann kristilegt keypti ég. Það var bókabúð þarna sem var svo sem bara fín bókabúð, góð bókabúð með alls konar bókum og þar fann ég einhver svona trúarrit sem ég keypti og las spjaldan á milli, trúðu mér. Útvarpið bara af 0, það var nú ekkert þar, við vitum nú alveg hvernig það er. Ég held að það hafi ekki verið komnar allar þessar rásir, jó, það var nú eitthvað komnar að þeim, en þær voru ekkert að spila neitt svona, það var alveg, gleymdi því bara. Lindin kemur þegar ég fyrir austan. Omega byrjar þegar ég fyrir austan, ég held að, já, það var ekki byrjað þegar ég fór, en hvorki Omegan í Lindin náðist það sem ég var, það var ekki nokkulega að ná henni. En það mátti svo sem gera ýmislegt og ég hringi Eirík, vinn minn, og spyr hvort það sé ekki til í að selja mér 2-3 þætti sem hann eigi. Ég vissi að þeir voru að gera íslenska þætti, svo Sandalsþætti, alveg langaði rosalega í þessa þætti, það var eitthvað fyrir mig og hann segir blessa og reyndi að kaupa þetta okkur maður, þetta svo dýrt. Þú getur ekkert borgað það, þekkir ekki eitthvað þarna fyrir sunnan sem bara tekur þetta upp fyrir þig. Jú, ég þekkti þarna eitthvað fyrir sunnan og hringdi í hann og bað hann að útbúa fyrir mig smávegis efni úr Omega sem var sjálfsagt. Hann tók upp fyrir mig held ég 2-3 klukkutíma spólur með klukkutíma þáttum, þetta voru vanlega klukkutíma þættir, með íslensku efni, þar sem menn voru að ræða Guðs orð og ég fekk þetta sent og hvort ég spilaði þetta ekki. Þetta var spilað aftur og bak og áfram og Omega má eiga það að hún var þarna mikil blessun fyrir mig. Þannig að þó maður sé einn í þessu,
ég maður náttúrulega aldrei einn, en þó maður sé á svona stað eins og ég var, þetta var rosalega þroskandi. Maður fekk alveg rosalegan styrk til drottins, einmitt vegna aðstæðna sem maður bjó við, og maður vildi svo sannarlega þjóna Guði þrátt fyrir aðstæður. Og ég gerði það alveg á fullu. En auðvitað eins og þú og við öllu, þá vildi ég auðvitað vita meira um Guð. Mér langaði til að vaxa í trúnni. Ég náttúrulega hafði Biblíuna og ég sökti mér niður í hana svona á milli. En svo vildi ég gera meira. Ég vildi ná mér í eitthvað af þessum bókum sem svona virtir og góðir guðsmenn höfðu skrifað. En það var ekki mikið til að því. En ég fann þarna að í þessari ágætu bókabúð, ég veit ekki hvort hún þarna ennþá á Neskaupstað, það getur vel verið hún sé þarna ennþá. Þetta var svolítið vegleg bókabúð sem var þar. Keypti svona sem prestar höfðu ritað. Það var svona einn dagur, veist, þið skrifuðu fyrir hvern dag fyrir sig, árið á enda, þetta voru 2 bækur og það var eins með hana, það er að ég alveg las þetta svoleiðis að hálfa var nóg. Að þegar manni hungraði eftir orðinu. Ég man alltaf eftir því. Þið sjáið það er engin ástæða fyrir okkur, neinn á okkur, að láta deigan síga þó aðstæður eins og þær eru eins og þær eru. Þær eru bara svona. En Guð út allt. Og hann réttið þér þarna þetta og hann réttið þér hitt. Og svo fór maður söður og þá reyndi maður nú að gera eitthvað kannski og koma með eitthvað tilbaka og eins og með músík og svona, ég átti náttúrulega ekki til af kristilegri músík og það var heldur ekkert mikið til af kristilegri músík og það kannski ekki enn, það reyndar nú allir geisladiskar komnir út, það ekkert orðið neitt af þeim og það var til plötuverslun í kristilegri plötuverslun í Hvítasunnu-kirkjunni í Reykjavík, Hátúnunni eða ekki. Ég kíkti nú þangað og það var eiginlega ekkert úrval þar fannst mér. Þó maður sé kristinn maður og þá vill maður nú kannski svona ákveðna músík fyrir sig því að maður verður náttúrulega líka að hafa gaman að þessari músík en ég eiginlega fann ekki neitt sem að mér fannst. Ég man ekki hvort ég keypti eina plötu svona til málamynda en ég held að hafa nú ekki verið mikið meira. Og allt í lagi með það, en þetta var maður að nota. Þetta var maður að byggja sig upp á. Því það voru ekkert einhver aðra leiðir sem maður hafði. Og ég segi svona eftir á að hyggja að þessi tími þarna fyrir austan, þessi ár sem ég var þar, var rosalega mikill kennslutími fyrir mig og kennsla í því að umfram allt að treysta Guði. Þar lærði ég að treysta Guði. Ég vissi það var nú byrjunin var nú svo að þegar ég fór austur var ég 100% sannfærður það að Drottinn væri að senda mér mig þangað. Ég sendi auglýsingu austur og var náttúrulega búin að gefa þetta upp á bátinn því að það gerðist ekki neitt fyrstu 3 vikurnar. En eftir 3 vikur kemur hringing. Og það einhver kona sem á hinum endanum sem var með hús sem móðir hennar átti. Og hún var honum fullorðin kona og hún var semst að fara á elliheimili í Reykjavík. Hún segir, þú getur fengið þetta hús, ég skal leigja þér þetta hús. Og svo nefnir hún töluna, ég alveg bara, wow maður, þetta ekki neitt. Og ég tek þetta hús. Þetta var svona raðhús. Ekki eitt stórt hús, en þetta voru 2 hæðir alltaf stórt fyrir mig sann. Og allt í lagi með það, við göngum alltaf frá samningnum, þarna í Reykjavík og svo segir hún við mig, heyrðu þú kemur austur, þá færðu lykilinn hjá gömlu konunni. Þið hittist bara þar. Hún var þá að fara söður og ég var að koma austur. Og svo kem ég austur, fljúandi og hitti þessa ágætu yndislegu konu og dóttir hennar með og það fyrsta sem ég sé, það lykillinn sem hún veifa framan í mig og svo bara kveðjust við og ég held áfram mína leið með rútunni og svo fer ég þarna heimar og þetta var alveg svakalega flott, fannst mér. Og það var náttúrulega ekkert inni og ég var að bíða eftir dótinu mín að sunnan, það kom í skipi
Þá var ríkiskip ennþá í rekstri og ég beðið fram undir kvöld eftir því að það kæmi og svo góða. Þá komum við smá babb. Hvernig í óskopan má ég nú að flytja þetta? Ekki ætla hann að fara að ganga með þetta dót heim. Þá kemur í ljós, svona Guð, hann svo góður. Þá kemur það í ljós að akkurat sama dag og þetta gerist einhver kona, ung kona í bænum sem að ákveður að best að gera út sendibíl. Og hann sá sem að var á staðinu þar sem að vörurnar fór inn í, hann sagði, þetta nú komin einhver sendibíl hérna, ef ekki bara ringi hann. Jú, endilega. Og hún kemur þessi ágæta stúlka og við förum með draslið okkar heim. Þannig að Guð sér fyrir öllu, hún stofnaði bara, þetta var bara einhver, ég veit ekki hvort þetta var einhver hugdetta sem kvikt og kiknaði þann daginn, en hún gerir þetta á þessum degi. Þannig að ég fekk sendibíl og við skuttlum þessu heim og ég fæ dótið mitt heim og get farið að byrja að stilla upp og svo framvegis. Ég man alltaf því, ég átti á eitthvað myndum og það voru bara naglar á veggjónu bara eins og myndirna voru margar. Þannig að maður sá nú drottir víða í verkið þarna strax og þetta var auðvitað allt saman sannfæringu það að þetta var eitthvað sem Guð var að gera. Og ég var ekki komið með neina atvinnu, það var náttúrulega, maður kom bara með tær undir tómar en vissi náttúrulega að var atvinna þarna, það var síldavinnslan þarna og fleira sem að, og ég bara strax daginn eftir, labba þarna, Vestureyri og þetta var svolítið spotti að labba og tala við verkstjórann. Og hann náttúrulega segir að sé ekkert enga vinna að hafa núna en tekur mig niður og ég vissi það eftir 3 vikur frá því ég kæmi, væri ég komin í vinnu og það stendur heima. 3 vikur seinna hringir þessi ágæti verkstjóri og segir að þeir sé að fara í síld og ég geti komið og ég geti fengið vinnu við það og þar með var ég komið vinnu sem var svo föst vinna sem ég var í nokkur ár eftir þetta. Allt saman vilji drottins, maður bara sá hann í þessu öllu saman. Og þess vegna segi ég það að þetta var alveg rosalega uppbyggilegu tími fyrir mig að vera, en samt var ég ekki með allt þetta sem við erum með hérna í Reykjavík. Ég öfunda á alveg svakalega Reykvíkingana að eiga allt þetta sem þeir eiga. Ég veit ekkert hvort að þeir séu þakkláttir fyrir það, en ég man eftir því ég öfunda á alveg skelfilega að öllu þessu aðgengi. En ég er í því núna og kannski er ég hættur að þakka fyrir það vegna þess að þetta er alveg svo venjulegt hjá manni. En ég man eftir því hvað ég þráði þetta. Það sagði bara, vá maður, þeir geta bara farið á samkomur og hverjum kvöldi þessi kallar. Ég komst á messu, hálfsmánaðarlega, en ég var nú þakkláttur fyrir messuna þó hún væri ekki nema hálfsmánaðarlega. Og það var annað sem ég upplifði þarna alveg rosalega sterkt. Og ég hef aldrei upplifað það hvorki fyrr né seinna, það var þessi bænaneið sem ég hafði. Og svona ég áttaði mig nú ekkert á því þá, en seinna, mörgum árum seinna, ég er þó kominn suður og var ofta að velta þessum málum fyrir mér. Þá sá ég það að þessi bæn sem ég bað þar var bara mín köllun. Og mér fannst þetta mjög merkilegt að það skildi að veri og svona eftir á hyggja þá sé ég að þetta var ekkert annað en köllun mín og það sem ég bað. Þú myndir aldrei trúa því þó ég segði þér frá því. Ég var knúinn á hnén, það var nú ekkert að standa upp á endan og biðja, maður var bara knúinn á hnén. Og svo bað maður. Kannski 2 tímum seinna stóð maður upp, ekkert búinn. En þetta var náttúrulega, ég þurfti ekki að biðja meira þá. Þetta var rosalega skemmtilegt, ég man alltaf eftir því. Elskaði þetta hreinlega að gera þetta. Og meira, ég hef nú búin að segja frá þessu öllu en þú bara rifjar þetta upp með mér. Og ég var að fá alveg grilljón bænasvara fyrir því sem ég var að biðja.
Ég man alltaf eftir því, ég veit þú trúir þessu ekki, ég man alltaf eftir því, þá, þetta var á þeim tíma sem rjúpnaskitturnar okkar blessar voru að fara að skjóta rjúpu, svo kom hríð og þeir voru að villast og alls konar fréttir svoleiðis. Og einmitt ein slík frétt berst til mín og ég beint hún hinn og bið fyrir þessum manngrei, hann bara sleppi, hann vissi enginn hvar hann var eða hvort hann var lífs eða liðinn. Kvöldið, ég veit að þú trúir þessu ekki heldur, en kvöldið er ég að horfa á fréttirnar og hvað haldið að hafi skeð? Það stendur fréttakona út í hríðarkóinu og hún er að lýsa þessu verki að hann ekki fundist manngreiðið neitt og hvað haldið að gerist? Það kemur svona stormsveipur inn í hríðarkóið og hvað birtist þar? Maðurinn að ganga út úr kóinu sem hafði verið týndur. Og þetta gerðist bara í sjónvarpinu. Þannig ég horfði á þetta og ég hoppaði hæð mín að gleði, ég sá þetta var bænasvar. Og þessi maður var hólpinn, bjargaðist, alls konar svona sem hann var að upplifa af bæninni. Ég vissi að þetta var bænasvar, aðrir kannski sáu þetta ekki sem bænasvar, en það vissuður ekkit af mér hérna fyrir austan að biðja alveg svoleiðis með sveittan skallan, það vissi enginn af því, en það enginn ástæði til þess, og svona var þetta. Alls konar svona að gerast sem maður var að upplifa af því að vera þarna, en samt var maður, eins og ég segi oft, einn með sína trú. En var þetta ekkert einn með sína trú, þetta var allt saman bara í hendi Guðs. Þannig að þetta sem við vorum að upplifa var nokkuð gott. En þessu lauk, ég flutti, fór suður og þar fór að gerast mikið af góðum hlutum og allt saman það. Og maður var auðvitað ennþá alveg banhungraður eftir orði Guðs. Og ég tók upp þann sið, eins og kannski sumir hafi gert og gera kannski enn. Ég sleppti ekki úr samkomu alla vikunum, maður var alltaf á samkomum á hverju kvöldi. Maður bara þurfti á þess að halda. Vegna þess að það var svo mikið hungur í hjartanu. Þekkir þetta hungur? Ég þekki þetta hungur í Guð. Og maður hafði aðstöðu til þess að næra sig af, til þess að hungrið, já, er þið ekki svona mikið, með því að sækja þessa samkomu. Og maður var mjög duglegur við að gera það á hverju kvöldi, já, í einhver ár. Þetta var svona þá tími hjá mér eftir að ég kom suður, að maður nýtti sér þetta alveg í botn. En það er annað uppi í dag, ég er nú bara í einni kirkju í dag og var náttúrulega reyndar í kirkju þá líka en sótti samkomu þar en ég fer eiginlega ekki neitt í dag nema bara inn í minn söfnuð. Og það er líka allt í lagi, maður gerir þetta bara eins og maður auðvitað vill og kannski finnur þörfina fyrir. En á þessum árum var þörfin þessi, hún var svona rosalega mikil, ég veit ekki af hverju hún var svona mikil þá, kannski vegna þess að ég var svo lengi einn, eins og ég segi, með mína trú. Það getur vel verið að það hafi haft áhrif og líklegt er nú að það hafi haft áhrif. En Drottinn, manni skorti ekki neitt. Maður nýtti það sem maður hafði til þess að byggjast upp af og einhverjum sérræði orðið. Var duglegur í að pæla í því og lesa það og allt saman það og notaði annað efni sem maður hafði úr bókum, þess að fá bækur sem maður hafði getað sankað að sér Guðs orð og svo framvegis. Ég man eftir því að ég keypti bókina Martin Luther sem stofnaði lúthersku kirkjuna og mér fannst það mjög áhugaverð saga Martins Luthers. Og ekki bara hún væri áhugaverð sagan, heldur var margt í henni sem byggði upp bara hreinlega trúna í manni, hjá manni. Það var einmitt það sem maður var að leita eftir einhverjum frásögum
sem byggði upp í manns eigin trú af reynslu annara, og ég held að sé ekkert rangt við það, ég held að sé bara það sem að ætla sér til að við gerum. Margt svona sem að var þá. En þetta er auðvitað bara eitthvað sem er liðið, og í dag er dagurinn í dag og Guð er í dag, og ég segi nú ekkert að margt sé breytt, ég held að ég vil nú ekki viðurkenna það, því að Guð er eins sami. Þetta er sami Guð og ég er með í dag, bara í þessum tölum orðum, og fylgdi mér austur á Neskaupstað fyrir 30 árum eða meira. Hann er svo sami. Og hann mætir hungri manns í dag alveg eins og hann gerði þá. Hann er kærleikur í dag nákvæmlega eins og hann var þá. Hann er velviljaður manni alveg eins og hann var þá. Og allt í kringum það. Þannig þetta hefur ekkert breyst. Nei, svona strangt til tekið þá hefur ekkert svo mikið breyst. Nema maður er orðinn auðvitað eldri og grárri. Ég var nú ekki grár þá þegar ég fór austur, en ég er orðinn það núna eins og þú sérð. En það er eðlilegt, því að þarna eru nú bara hreinlega 30 ára á milli með kæri vinur. Og ég er 68 í dag, hvað var ég þá fyrir 30 árum? Hvað, 40 tekkið ekki? Það hlýtur að vera að þú kannt að reikna þetta og þú reiknar þetta fyrir mig. Þannig að hann er svolítið munur á því. En Guð er samt hinn sami. Hann veit hvernig ná að gera þetta, og meira, hann er enn að gera þetta. Og þess vegna segir maður í raun og veru sama, að það hefur ekkert breyst að þessu leyti. Eins og ég var líka að tala um áðan, þessi Guð sem ég er að tala um og við núna, fylgdi mér austur. Þessi Guð sem ég er að tala um núna, tengdi þetta fólk saman sem að ég var vitni að, og kom mér á staðinn sem hann áður hafði fyrir búið. Og ekki bara það, hann leiði mér að hitta allt þetta fólk, og mér þótti vænt um það. Mjög mikið ágætis fólk sem ég reyndar hef ekki séð ný hitt ný tala við síðan. Ég veit ekki hvað það er eða hvort það er lífs eða liðið. Þetta var orðið fullorðið fólk, eða svona, já, eldra en ég nokkuð, en kannski er sumt af þessu örugglega nú ekki, ok, best segi ekki neitt um það. Þetta var mikið ágætis fólk. Og þarna leigði ég nokkur ár, herrans ár. En þó ekki allan tíman sem ég var þar, vegna þess að ég fór annað, eins og ég var að segja upp að því, þá ætlaði ég alltaf að bara ílengjast á Norðfirði. Það var aldrei neitt annað inn í myndinni hjá mér en bara vera þar áfram. Og ef ég fengi að ráða, þá væri ég sennilega ennþá þar. Já, þess vegna. Það voru engin áform að gera neitt nema fara þangað. Svo kom hérna viljið Drottins inn í. Og við snúum nú ekkert á hann. Og ég sem sagt fór suður og kom mér inn í kirkjuna fljótlega, bara strax. Kom mér inn í kirkjuna og fór svona bara strax að starfa þar svona einhverju leyti. En svo kom ég alveg inn 91 eða ekki, eitthvað svoleiðis. Og ég er búinn að vera þar innan dyra til dagsins í dag, og það er 2021 í dag. Þessi tími er búinn að vera lærdómsríkur og góður, og ég vil nú vona það og meina það og trúa því að eitthvað gagn hafi nú verið að garmi. Þetta er gagn af garmi vegna þess að hann bara lítur Guði, og það sem Guði er, það er gagn. Þannig að við megum alveg tala svona. En hvað er ég búinn að tala lengi? Kannski ekki of lengi eða eitthvað? Á ég bæta við klukkutíma? Það dettur að þér andlitið. Nei, ég hef ekki að stoppa bara núna. Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.